A few Sabbaths ago, Fyrir nokkrum hvíldardögum síðan we were reading in the Sabbath school lesson the story that was read. þá lásum við þessa sögu sem í hvíldardagsskólanum sem var lesin fyrir okkur áðan. And as we were going through it, I thought, wow, I have to preach this. Og þegar við vorum að fara í gegnum hana þá hugsaði ég, vá, ég verða sem ég ræði þetta. I'd been wanting to preach on this particular topic for a long time. Mér hefur langað að hafa ræði þetta efni í langan tíma. Out of Ezra and Nehemiah. Esra og Nehemía. But I think Chronicles is a better place. En ég held að Krónikubókin sé jafnvel betri. But it's saying exactly the same things as in Ezra. En hún segir nákvæmlega sama og stendur í Esra-bók. So we're going to go bit by bit through this passage. Svo við ætlum að fara í gegnum þessa ritningarstaði svona smá saman. So please open your Bibles to 2 Chronicles 32. Svo vinsalast opni Biblíuna ykkar í aðra Krónikubók, 32. kapla, önnur Krónikubók, 32. kapli. And you can just keep that open on your lap. Og þið getur bara haft opið þar. But let me pray before we look at this. En við skulum lúta hans höfði áður en við byrjum. Father, these are your words inspired by your Spirit. Faðir, þetta eru orð þín sem eru innblásin af anda þínum. As we read them, og sem við lesum þau, may you inspire us with your thoughts. Viltu innblása okkur hugsanir þínar. That we may be encouraged. Að við mættum vera endurnærð. By these ideas here. Að við mættum vera hvött af þessum hugmyndum sem eru hér. Amen. Amen. Isaiah and Sennacherib, this story is in the 7th century, or around 700. Það saga sem gerist árið 700. A couple of hundred years later. Og 200 árum seinna. In China. Í Kína. A Chinese philosopher. Að það var kínverskur heimspekingur. And military strategist called Sun Tzu. Og hernaðarsérfræðingur Sun Tzu. Wrote a little book. Þeir skrifuðu litla bók. That has been read by military leaders for the last 2,500 years. Sem hefur verið lesin af yfirmönnum hermála síðustu 2500 árin. There are 13 chapters in this book. Það eru 13 kaplar í þessari bók. And each chapter looks at one aspect of war. Og hver kapli útskýrir eitt atriði í hernaði. There is how to lead your troops through enemy territory. Það fjallað hvernig á að leiða herinn í gegnum svæði óvinanna. Tactics. Alls konar plön. How to use spies. Hvernig á að nýta njósnara. It's said that the Viet Cong memorized this book. Það sagt að Viet Cong leiðtogar getur þulið bókina upp eftir minni. Partly the reason why the Americans lost in Vietnam. Og hluti af þeirri ástöðu að Amerikanarnir töpuðu fyrir þeim. World War II general Douglas MacArthur said he always kept a copy on his desk. Og herforinginn Douglas MacArthur í seinni heimsstyrjöldinni hann sagður hafa alltaf haft eintak af bókinu á orðinu sínu. You can still read it in military colleges around the world. Og hún ennþá til staðar í herháskólum víða um heiminn. It's called The Art of War. Og hún heitir hernaðarlist eða bardagalist. Now, in the great controversy, the Apostle Paul says that we don't fight against flesh and blood. Og í deilunum miklu segir postulinn Páll að við erum ekki í baráttu við hold og blóð. We are fighting supernatural powers. Við erum í baráttu við yfirnáttúruleg öfl. Now sometimes we might think we're fighting other people, but we're not. Stundum höldum við að við sem í baráttu við annað fólk en við erum það ekki. It is Satan and his angels at work.
Það Satan og englar hans sem eru að verki. So the question is, how does Satan work? Svo spurningin hvernig starfar Satan? And how do we engage with Satan? Og hvernig þá tökumst við á við Satan? So we're going to look at 5 principles concerning the spiritual art of war, or the art of spiritual war. Svo við ætlum að líta á 5 meginreglur hvað varðar andlega hernaðarlist. We're looking at Sennacherib's assault on Jerusalem. Við erum að líta á þegar Sanherib réðst á Jerúsalem. And of course, we're looking at a very literal war. Og við erum að tala raunverulegt stríð. But we know that it was Satan that is inspiring the attack on Jerusalem. En við vitum að það var Satan sem hafði þannig áhrif á þessa árás á Jerúsalem. So we also know that there are spiritual principles at work. Svo við vitum að það eru andlegar meginreglur sem eru líka að verki hér. Okay, 5 principles. Number 1. 5 meginreglur, númer 1. When you decide to live faithfully for God, Þegar þú ákveður að lifa einlæglega, trúfastlega fyrir Guð, Satan will make you the target of his attack. að þá mun Satan gera þig á skotmarki. Now, if you look at the beginning of chapter 3 in verse 1, Ef við lítum á byrjun þessa kafla, vers 1, it says that after Hezekiah had faithfully carried out the work, King Sennacherib of Assyria attacked Jerusalem. eftir þessa atburði og eftir að hann hafði sýnt trúmennsku þessa kom Sanherib, Assýríukonungur, og hann réðst inn í Júda. What was it that Hezekiah was doing faithfully? Hvað var það sem að Hesekia var að gera af svona mikilli trúmennsku? Well, if you go into the previous chapter, you have a description. Og ef við lítum á kaflan á undana þá sjáum við lýsingar. Hezekiah is reversing all the work of his evil father Ahaz. Hesekia að snúa við öllum þeim illu verkum sem að faðir hann Akas hafði framið. Ahaz had sacrificed his own sons in fire to the god Moloch. Akas hafði fórnað sonum sínum í eldi fyrir Mólok. He had set up pagan altars all over the land. Hann hafði sett upp heiðin ölturu allt landið. And he closed God's temple. Og hann hafði lokað musteri Guðs. Hezekiah comes to the throne at age 25. Hiskia settist að völdum þegar hann var 25 ára gamall. He starts destroying all of the altars. Hann byrjar á því að eyðileggja öll ölturinn. And he opens up the temple. Og hann opnar musterið. It is at that moment that Sennacherib comes to attack Jerusalem. Og það akkurat á þeirri stundu þegar Sanherib kemur til þess að ráðast á Jerúsalem. Satan doesn't mind if God's people are sleepy. Satan alveg sama þá fólk Guðs sofi eða sé syfjað. But if you as an individual or we as a church want to revive, því að ef að við sem einstaklingar eða kirkja viljum vakna, fá andlega vakningu, Satan will make sure he will bring his attacks in. Að þá það alveg fyrir víst að Satan mun gera árás. He only needs to attack if there's a reason. Því að hann þarf bara að gera árás ef það ástæða fyrir því. I have seen this so many times throughout my whole ministry. Ég hef séð þetta svo oft í mínu starfi. I can remember, having evangelistic meetings. Ég man eftir að hafa verið með opinbera samkomu. There is someone who shows interest. Það einhver sem kemur og sýnir áhuga. And the moment they start attending the meetings, og leið og þau byrja að koma samkomur, the kids get sick, verða krakkarnir veikir, the car breaks down, bíllinn bilar, everything seems to conspire to stop them coming. Og það virðist allt vinna saman til þess að stoppa þau frá því að koma. And you might even be able to recognize it in your own life. Og kannski hafið þau upplifað þetta eitthvað í ykkar lífi. You promise God you're going to spend an extra time every day to read and pray. Þið hafið kannski lofað Guð að eyða auknum tíma með honum á hverjum degi til þess að biðja. Everything goes wrong and you're back to where you were. You never get anywhere. Og allt fer á versta vegu og þú komin á sama stað og í upphafi. It is a very specific principle or way that Satan operates. Þetta mjög sérstök aðferð sem að Satan notar.
Number 2, Númer 2, war requires you to prepare for attack with hard work. stríð krefst þess að þú undirbúir þig fyrir árás og það mikil erfiðisvinna. Look in the next few verses in verse 3. Lítum á vers 3. Hezekiah consults with his leaders and they decide to block all of the water springs outside of Jerusalem. Og Hiskía hann ræður við leiðtogana og hann ákveður að stemma allar vatnslindirnar sem eru utan borgarinnar. So if Sennacherib's army is going to pull up, there's no water for them to Svo drink. þegar Sanherib kemur þá ekkert drykkjarvatn fyrir þá. If you look in verse 5, Ef við lístum á vers 5, Hezekiah is repairing and strengthening the walls and making weapons. Hiskía að lagfæra og styrkja múrana og búa til stríðsvopn. Hezekiah in verse 6, he organizes the people, appointing military officers over all of them. Og í versi 6 þá það Hiskía, hann skipurleikur fólkið og setur herfóringja yfir þá. Hezekiah is not staying in his room and praying. Hiskía ekki bara inn í herbygginu sínu að biðja. He is working hard to prepare. Hann að vinna af öllu afli til að undirbúa. I remember many years ago reading a book Ég man eftir að hafa lesið bók fyrir nokkrum árum síðan. Where the author was talking about thousands of churches across the United States. Þar sem að höfundurinn var að tala þúsundir kirkna víðsvegar Bandaríkin. And he said there are thousands of churches and pastors praying. Og hann sagði það eru þúsundir kirkna og prestar sem að biðja. But they're not growing. En þau eru ekki að vaksa. Because they're not working. Af því þau eru ekki að vinna neitt. You've got to work and have skill. Þú verður að vinna og þú verður að hafa hæfni. Hezekiah gets to work. Og Hesekiah hann byrjar að vinna. Number 3. Númer 3. When you are under attack, Þegar við verðum fyrir árás, rally your troops by defining reality from God's point of view. Þá skaltu safna saman fólkinu þínu og skilgreina hver raunveruleikin fyrir þeim frá sjónarhóli Guðs. Now, Hezekiah pulls everyone together. Hesekiah kallar alla saman and he gives a speech. Og hann hefur ræðu. And I want to read verse 7 and 8 again. Ég vil lesa vers 7 og 8 aftur. Be strong and courageous, don't be afraid or discouraged because of the king of Assyria or his mighty army, for there is a power far greater on our side. He may have a great army, but they are merely men. We have the Lord our God to help us and to fight our battles for us. Verið hughröstur og öruggir, óttist þegin ég hræðist Assyrjukonung og allan þann manngrúa sem með honum Því að sá meiri sem með oss en með honum. Því að hann styður mannlegur máttur en með oss drottinn Guð vor til þess að hjálpa oss og heyja orustur vorar. What is Hezekiah doing here? Hvað Hesekiah að gera hér? He is defining reality from God's point of view. Hann að skilgreina raunveruleikan út frá sjónarhóli Guðs. How often do you find yourself in a battle where the opposition seems to be really strong? Hve oft þú í þeim aðstæðum í erfiðleikum þar sem að þér finnst mótstaðan vera mjög mikil? Now remember, Assyria was the most powerful force nation in the world at the time. Og munum að Assyria var sterkasta veldið í heiminum á þessum tíma. But Hezekiah describes the situation to his people from God's point of view. En Hiskía hann lýsir þessum atburðum frá sjónarhóli Guðs. And he says, these are just people. Og hann segir, þetta bara fólk. We have the Lord God on our side. Við höfum Guð, Herran á okkar megin. So be strong and courageous. Svo verið hughröstir og öruggir. Don't be afraid Verið ekki or hræddir. discouraged. Eða vongóðir. So whether your troops are your church or your family, Svo hvort sem að þinn hópur kirkjan þín eða fjölskyldan þín, they will gain courage when you define reality from God's point of view. að þá munu þau verða hughreyst þegar þú gefur þeim sína lífið frá sjónarhóli Guðs. As I was writing this, I remembered the
the lyrics from a song in The Prince of Egypt. Ég man eftir ljóði úr laginu Prins Egyptalands Where it says you need to look at yourself through heaven's eyes. og þar segir að þú þurfa að líta sjálfan þig í gegnum augu himinsins. We have to look at our situations through heaven's eyes, not our Við human þurfum að eyes. líta á okkar aðstæður frá augum himinsins en ekki okkar eigin augum. Principle number 4 in the spiritual art of war. Meginregla 4 í þessari andlegu hernaðarlist. One of Satan's main strategies is to destroy you using psychological warfare. Ein af aðalaðferðum Satans er að eyðileggja þig með sálfræðilegu stríði. Particularly using distrust, doubt, and fear. Sér í lagi vantrausti, efa og ótta. Now look at these statements that Sennacherib tries to use to create a split between Hezekiah and his people. Hlusti á þessar staðhefingar sem Sanherib reynir að búa til þess að valda sundrungum milli fólksins og Hiskía But by creating distrust. með því að skapa vantraust. Verse 11. Vers 11. Surely Hezekiah is misleading you, sentencing you to death by famine and thirst. Vissulega gennir Hiskía yður til þess að láta yður deyja úr hungri og þorsta. Verse 12. Don't you realize that Hezekiah is the very person who destroyed the Lord's shrines and altars? Og vers 12. Hefur þá ekki Hiskía þessi afnumið fórnarhæðir hans og ölduru? Again, it was something that was actually kind of true, but he's using it and twisting it to get them to doubt their leader. Svo að Sanherib er slægur, hann nota staðreyndir, þetta var satt, en hann snýr þeim til þess að rugla í fólkinu. Verse 15. Don't let Hezekiah deceive you. Don't let him fool you like this. Og vers 15 segir, látið því eigi Hiskía tæla yður né ginna á slíkan hátt. Satan knows that if he can create a wedge of distrust, Satan veit að ef hann getur sett fleig vantraust between the people and their leaders, á milli fólksins og leiðtogana, he can take the advantage. að þá getur hann náð yfirburðum. In the last few months, one of the most famous Christians in the world has been exposed as a sexual predator. Og á síðastlegum mánuðum hefur einn frægasti kristni leiðtoginn í heiminum verið uppvís að kynferðislegu misferli. It only came to light when he died En það last year. kom ekki í ljós fyrr en að hann var dáinn á síðastlegum ári. You can imagine how thousands and thousands and thousands of Christians have become discouraged. Getið ímyndað ykkur að þúsundir kristinna manna hafi orðið bara, virkilega vondaufur. He had a global organization Hann var með samtök á heimsvísu which was doing amazing work, sem gerði ótrúleg verk and that organization today is in pieces. og þessi samtök eru núna í mólum. If Satan can bring down a leader, Ef að Satan tekst að fella leiðtogann, he can create all sorts of terrible consequences for many thousands more. þá getur hann valdið hræðilegum afleiðingum fyrir þúsundum manna. Look also how Sennacherib tries to foster fear. Og sjáum svo hvernig Sanherib reynir að næra óttann. Verse 10. Í versi 10. What are you trusting in that makes you think you will survive my siege? Á hvað treystið þér lætur ykkur halda að þið fái staðist umsátur mitt. And then in verse 13 and 14, he goes on to say, think about everything I've done in the past. Og í versi 13 og 14 þá heldur hann áfram og segir, sjáu hvað ég hef gert hér fyrir á tímum. I've destroyed all of these places. Ég búin að eyðileggja alla þessi staði. No one has been able to stop me. Enginn hefur getað stöðvað mig. What makes you think Hvað lætur ykkur halda that anyone can save you from me? að ykkur getur frelsað ykkur af minni hendi?
He's creating fear among the people. Hann að skapa ótta meðal fólksins. Now look at the methods Sennacherib uses. Og sjáum aðferðina sem hann notar. This is what we've been looking at so far as a message being brought by his officers. Og við höfum séð hingað til að hann búinn að vera að senda skilaboð með þjónum sínum. If you look in verse 17, Ef þið lítið á vers 17, Sennacherib is sending even more letters. að þar Sanherib að senda fleiri bréf. The more letters he sends, the more distrust and fear and doubt he hopes to sow. Og því fleiri bréf sem hann sendir, því meiri ótta og efa og vantraust vonast hann til þess að sá. He doesn't just send letters though, he shouts. Og það ekki bara að hann sendi bréf, hann líka kallar. In verse 18, Í versi 18, the Assyrian official who brings the letters að það voru það assyrísku þjónarnir sem að koma með bréfin. doesn't just put them in Hezekiah's letterbox. Þeir setja ekki bréfin bara í postbóksi hans Hiskía. He stands outside the walls of Jerusalem Hann stendur fyrir utan múrana í Jerúsalem and shouts to everyone on the walls. og kallar til allra þeirra sem eru upp á múrnum. Sennacherib is posting everything on Facebook Sanheribin, hann að posta öllu á Facebook and CCing everyone on his email list. og hann að setja viðhengi í tölvunetfanginu sínu. Verse 18 says he was trying to terrify the people so it would make it easy to capture the city. Og hann var að reyna að hræða fólki svo yrði auðveldar að ná borginni á sitt vald. Let me create as much fear as I can. Mætti ég geta skapað eins mikla hræðslu og ótta og ég get. And maybe they'll give up. Og kannski gefast þeir þá upp. Notice how this strategy is focused on our emotions. Sjáu þið hvernig þessi hernalist að henni beint að tilfinningum okkar. By stirring up our emotions of fear, Með því að hræra upp í tilfinningum okkar sem að hafa með ótta að gera. fear, doubt, distrust, Ótta, efa og vantraust, anger. hræðslu, reiði. Satan hopes to stir you up to do something you will regret. Og Satan hann vonast til þess að koma þér í ástand þannig að þú gerir eitthvað sem þú sérð eftir. Have you ever shouted loudly at other people Hefur eitthvað tíman öskrað á annað fólk and regretted it? og séð eftir því? It might not necessarily be a physical shouting, it could just as much be a letter, an email. Já, það þarf ekki að vera að öskra, það getur verið bara bréf eða e-mail. Because maybe you were angry or hurt. Kannski ertu særður og reiður. In this story, Hezekiah models what we should do when we find ourselves under such an attack. Og þessi saga, hún sýnir okkur hvað við að gera þegar við finnum okkur eða erum í þessum aðstæðum. Principle number 5, Meginregla númer 5. when you fall on your face before God, Þegar þú beygir þig fyrir Guði, God will fight for you in ways you cannot imagine. að þá mun Guð berjast fyrir þér á þann hátt sem þú getur ekki ímyndað þér. There's part of me that feels very sorry for Sennacherib. Á vissan hátt þá vorkenni ég Sanherib. He had no clue who he was going to fight against. Hann hafði enga hugmynd við hvernig hann var að berjast. He thought he was fighting a man. Hann hélt hann væri að berjast við mann. But as Hezekiah and Isaiah came together to pray, En þegar Hiski og Jesaja komu saman til þess að biðja and they fell on their faces before God, og þeir fjallu fram fyrir Guð, one angel að þá var það einn engill stood up stóð upp and destroyed 185,000 of Sennacherib's soldiers. að þá var það hann 185.000 af hermönnum Sanheribs. It's interesting that the angel did not, I think, deliberately kill Sennacherib. Mér finnst það athyglisvert að engillinn viljandi hann drap ekki Sanherib. If you look in verse 21, Ef þið lítið á vers 21, God allows Sennacherib to walk home in disgrace, and then his own sons kill him. við sem í versu 21 að Guð leyfir Sanherib að ganga heim skömmustulegur og þar drepa synir hans hann.
what was the consequence of Hezekiah's dependence on God? Hver var afleiðing þessa trausts Hiskía á Guði? If you look at verse 22 and 23, Við lítum að vers 22 og 23. there are three main consequences. Það eru þrjár afleiðingar. Firstly, everyone enjoys peace. Og það er nummer 1 að allir njóta friðar. Secondly, Hezekiah becomes respected. Og Hiskía, nummer 2, Hiskía hann verður mjög virtur. And thirdly, and I think most importantly, Og í þriðja lagi sem er mjög mikilvægt einnig, many mikilvægasta. gifts for the Lord arrive in Jerusalem. Og það mikilvægasta er að þeir fá margar gjafir til Jerúsalem. In other words, God is honored because people see that God has been at work. Og með öðrum orðum að Guð er heiðraður að því að aðrir sjá að Guð hefur unnið þetta verk. So no matter how intense the war might be in your life, Og þannig að það skiptir ekki máli hversu ákaft stríðið er í þínu lífi. God will do amazing things for you if you trust him. Guð mun gera ótrúlega hluti fyrir þig að þú treystur honum algjörlega. God will bring you peace. Guð mun færa þér frið. God will restore your honor. Guð mun endurreisa heiður þinn. And God will do amazing miracles for you that will honor him. Og Guð mun gera ótrúlega kraftaverk í þínu lífi sem munu svo heiðra hann. So, 5 principles to remember in the spiritual or the art of spiritual war. Svo að 5 meginreglur til að muna í þessu andlega herstríði. Don't be surprised when you decide to live faithfully for God. Ekki láta það koma þér á óvart þegar þú ákveður að lifa fyrir Guð af trúmennsku. That Satan will make you his target. Að Satan muni gera þig að skotmarki. Satan will make you his target, but don't give up. Hann mun gera þig að skotmarki en ekki gefast upp. War requires you to prepare for attack with hard work. Stríð krefst þess að þú undir þig vel og vandlega og með mikilli vinnu. Don't freeze in fear, Ekki lamast af ótta, but keep preparing. en haltu áfram að undirbúa þig. Although it is interesting that it wasn't his preparation that helped him in the end, it was something completely different. Já, en þó að sem athyglisvert að það var ekki hans undirbúningur sem olli því að hann vann stríðið, það var eitthvað annað. Number 3, when under attack, Og nummer 3, þegar þú verður fyrir árás, rally your troops by defining reality from God's point of view. safnaðu þá fólki þínu saman og útlistaðu raunveruleikann fyrir þeim frá sjónarhóli Guðs. 4, when one of Satan's main strategies is to destroy you with psychological warfare. Númer 4, ein af aðalaðferðum Satan til þess að eyðileggja þig með sálfræðilegum árásum. Particularly sowing distrust, doubt, and fear. Og sérlega með því að sá vantrausti, efa og ótta. But number 5, when this happens, fall on your face before God. Og númer 5, að þegar þetta gerist, þá skaltu krjúpa fyrir Guði. And God will fight for you in ways you cannot imagine. Og Guð mun berjast fyrir þig á þann hátt sem þú getur ekki ímyndað þér. He will give you peace. Hann mun gefa þér frið. He will restore your honor. Hann mun endurreisa orðspor þitt. And the example of your life will bring him honor. Og hegðun þín mun færa honum heiður. Amen. Amen.